Fundarstjóri, ágætu félagar. Ég nýr, en ég ekki ungur. En ég ætla að vona að ég sé ungur í anda og treysti því. En svona í upphafi áður en lengra haldið að þá vil ég orða það þannig að ég hefði nú helst vilja verið að tala hér menntamál. Það nú mitt hugðarefni og lífsstarf. En þegar ég fekk val það hvað ég geti talað þá kom það nú fram að það væri nú frátekið. Þorbjörn búinn að taka það eins og fyrir daginn. En þannig að ég fór bara út fyrir ramman og þægindaramma minn og ætla að tala eins landsbyggðarmálin. Ég veit að þau eru viðkvæm. En svona aðeins áður en ég byrja, Valdimar. Ég ekki viss að ég væri til í að sitja í markmiðsskrána á Akureyri. Ertu með á Kerlingu? Það er nefnilega hæsta fjallið við Eyjafirði heitir Kerling. En það er nú annað. Það er mér mikil ánægja og heiður að standa hérna í dag og ávarpa þessi samkomu. Við stöndum mörg sem hér erum frammi fyrir ögrandi verkefni sem að ná sem bestri kosningu í vor. Það skiptir Sjálfstæðisflokki máli og þær hugsjónir sem að stendur fyrir að við náum sem bestum árangri. Það er samt sem áður ekki eingöngu okkar eigin framganga sem hefur hér áhrif á. Þar getur, eins og fram hefur komið oft hérna á undan, framganga okkar eigin fólks og þingi haft mikil áhrif. Við erum nefnilega ekki ein, við erum hluta liði. Það skiptir því máli hvernig hver einstakur hlekkur í liðinu stendur sig svo árangur liðsins verði sem bestur. Það er því mikilvægt að allir leggi sig fram að vanda sig. Það hefur mér oft fundið skorta aðeins á í pólitíkinni almennt séð. Það þarf ákveðna staðfestu til að standast það álag sem í stjórnmálum í dag. Veltum því fyrir okkur hvernig orð okkar verða túlkuð, toguð og teygð áður en við látum þau frá okkur í því samhengi sem þeim er ætlað að birtast. Það kostar okkur ekki þennan tíma að gera þetta og þennan tíma verðum við að gefa okkur. Við höfum ju alltaf tíma til að gera réttu hlutina. En hvað kemur þetta umræðinu landsbyggð við? Að sumu leyti ekkert en að öðru leyti allt. Það skiptir ju máli hvernig við nálgumst umræðinu landsbyggð og andstæðu hennar, samkvæmt orðabókinni, höfuðborgarsvæðið. Af hverju tala ég andstæður? Jú, vegna þess að þannig er málum allt og oft stillt upp í umræðinu. Annarkvort er ég með landsbyggðinni eða höfuðborgarsvæðinu og allt sem ég segi eða geri er merkt af því. Ekki get ég rætt málin á málefnalegan hátt með það að leiðarljósi að finna lausnir sem þjóna hagsmunum beggja, eða hvað? Getur verið að þjóni hagsmunum beggja að finna sameiginlega lausnir þar sem sjónarmið beggja að fá að njóta sín? Já, segi ég, því hvort getur hann hins verið? En til þess að slík draumsýn verða veruleika þarf að fá skilning á sjónarmiðum hvors aðila sig. Ég er Íslendingur, ég er Norrlendingur, ég er Eyfirðingur og ég er Akureyringur. Allt skiptir þetta máli fyrir mig. Ég er einstaklingur í þessum ólíku samfélögum en leið hluti af þeim öllum. Þessi lið eiga margt sameiginlegt en einnig skara sjónarmið og þarfir. Ég sem frambjóðandi á Akureyri þarf að horfa til þarfa þessa samfélags. En samt þarf ég að horfa til þess hvað áhrif það hefur á hinn samfélagin því að Akureyri hluti af þeim einnig og nærist að hluta til á þeim eins og þau nærast á Akureyri. Á Akureyri til dæmis mikil matvælaframleiðsla ýmsu tagi. Þar þarf framleiðslan að komast í viðskiptavina innan ákveðins tíma og það jafnvel erlendis. Þjónar það hagsmunum þessar atvinnugreina ófært í landleiðina svo dögum skiptir á þeirri tækniöld sem við lifum á? Svarið liggur í augum úti. Við munum því kalla eftir frekari samgöngubótum í formi jarðgangna, kjalvegar og flugsamgangna. Það skiptir landsbyggðina alla miklu máli að samgöngur séu öruggar helst alla daga ársins. Vaxandi ferðamannaiðnaður allan ársins hring byggir einnig á þessari staðreynd.
Þá margrænn nauðsyn þess að stutt sé að flugvelli í Reykjavík og sjúkrahús allra landsmanna og í stjórnsýsluna þegar það á við. Allt sparar það tíma sem nauðsynlegt á tíma aukins hraða. Hér hefur til dæmis Njáll Trausti Friðbertsson frambjóðandi okkar staðið vaktina og haft mikinn árangur við að verja Reykjavíkurflugvöll. En þessi verkefni þarf að ná sátt og við munum berjast fyrir því. Öruggar og hraða nettengingar eru taldar nauðsynlegri í nútíma samfélagi. Það skortir víða á landsbyggðinni. Þið áttu ykkur á því þegar þið farið að ferðast, því sem búið á höfuðborgarsvæðinu. Þær geta hins vegar haft úrslita áhrif á atvinnumöguleika og rekstur fyrirtækja sem ekki háð einni staðsetningu umfram aðra. Orkuflutningar á landið eitt verkefni enn sem nauðsynlegt að huga að nú þegar. Ekki verður annað síðan að orkuskortur komið til með að hrjá Eyjafjarðarsvæði í nánustu framtíð ef ekki verður fundin lausn hið fyrsta. Þetta á reynda við fleiri landsvæði og grafalvarlegt mál þegar horft til atvinnu uppbyggingar. Nú standa nokkur byggðarlög frammi fyrir því að missa mikilvæg fyrirtæki á brott eða þá að þau að hætta starfsemi þar sem ekki telst rekstrar grundvöllur fyrir þau. Hér get ég til dæmis nefnt Hrísey sem ekki hefur verið minnst sérstaklega á í fréttum. En hvaða möguleika eiga sveitarfélögin sem slík í stöðu sem þessari? Hvernig geta þau staðið vörð störf og þjónustu? Hvernig virkja þau íbúana? Þetta þróun sem óumflýjanleg? Hægt að halda út í byggð land allt? Til dæmis allt í lagi að fórna byggð í Grímsey og Hrísey að því hún óhagkvæm? Hvað þá að vera óhagkvæm byggð? Ekki bara hreinlega óhagkvæm byggð á Íslandi yfir höfuð í samanburði við Evrópu eða Bandaríkin? Stefna Sjálfstæðisflokksins skýr í byggðamál? Ég heyrði áðan að við ættum ekki að tala um byggðastefnu, þetta væri úrelt. Við þyrftum ekki að ræða þetta á þessum grunni. Ég held við þurfum að gera það. Eigum við þá til skýr svör við þessum spurningum ef við höfum ekki skýra stefnu? Þetta á vangaveltu mínar og stöðu landsbyggðarinnar þessar stundu og hef ég þó aðeins drepið á fáeinum atriðum og til dæmis alveg sleppt að minnast á heilbrigðisþjónustu á landsbyggðinni. Í Grímsey kemur læknir einu sinni í mánuði ef ég man rétt, með flugi og stoppar í 2 tíma. Það ekki allir sem búa við það. En óttalegu væll þetta í manninum, hugsa jafnvel einhverju nú. Ég hafna því alfarið að við séum að væla, við erum algjörlega þess megnu að leysa flest okkar mál og gerum það vel. En við þurfum stuðning í sumum málum og köllum eftir honum. Þá þurfum við einnig að sýna hvert öðru skilning á stundum, þar að segja sveitarfélögin sjálf, og þola til dæmis að raflínur í gegnum túnfótinn hjá okkur til að styðja við stórmyndina. Ágætu félagar. Við á landsbyggðinni erum öflug og stolt af okkur sem og af ykkur á höfuðborgarsvæðinu. Munum að hlusta, ræða og sýna hvert öðru skilning, þá mun okkur farnast vel. Sterk liðsheild sem stendur þétt saman með skýra sýn eru allir vegir færir. Og að lokum ætla ég að bjóða Akureyri fram sem næsta fundastað fyrir flokksráðsfund. Það bara bjóða ykkur velkomin til Akureyrar. Það frábær aðstaða, menningi háu höfð, það að skreppa í allskyns tómstundir og öll lífsins gæði eins og við segjum Akureyri. Verið velkomin. Takk fyrir gott boð, Gunnar. Ég vona að við komum bara öll sem eitt í heimsókn. Ég las afar gaumgæfilega frétt í Morgunblaðinu í gær, þar sem forveri Gunnars í oddvitasætinu að fjalla gangahugmyndir Norðlendinga og ég hef nú lengi verið þeirrar skoðunar að við eigum að vera metnaðarfull í gangaframkvæmdum á Íslandi og taka okkur Færeyinga til fyrirmyndar, þannig að ég les af athygli allt sem mun koma áfram þetta merkilega verkefni og metnaðarfulla. En við erum þá komin að 4. frummælanda og enn og aftur engin lógik í niðurröðuninni landfræðilega séð, því að nú tökum við strikið þvert yfir landið aftur.
til Patreksfjarðar en það er Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri í Vesturbyggð sem að fjallar umhverfismál og atvinnuuppbyggingu.